sinn hátt ná til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Ég myndi mótmæla með öðrum hætti. Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir að loknum ríkisstjórnarfundi sem var haldinn við fremur óhefðbundnar aðstæður í morgun. Ríkisstjórnin ræddi ríkisfjármálin á þessum fundi og væntanlegan niðurskurð. Við vorum að brynja okkur í svona fyrstu atburðinu af því að skera burt fytulögin á ríkissjóði. Og hvar eru þau fytulög? Til dæmis utan á ráðherrunum. Sagði Össur Skarphéðinsson en vildi ekki skýra nánar frá efni fundarins. Elskurnar mína, það svo margt sem hefur safnast upp á síðustu árum góðarisins sem að vel hægt að taka á. Sjálfur ég þeirra skoðunar að það megi fara dýpra sumstaðar en það kemur bara í ljós. Það kemur bara í ljós núna í þessari viku. Þetta verður lagt fram núna á allra næstu dögum og þingflokkarnir munu ræða þetta, fer í prentun í kvöld. En hvað með kröfu fólksins fyrir utan ráðherrabústaðinn sem vill að ríkisstjórnin víki? Ég ekki þeirra skoðunar að það eigi að kjósa núna. Ég ekki þeirra skoðunar. Ég segi eins og Björn Bjarnason dómsmálaráðherra. Ég útiloka ekkert í þeim efnum. Mótmælin fyrir utan ráðherrabústaðinn hafði ráðherrann annars það að segja að ríkisstjórnin væri reiðubúin að hlusta en ákveðin mistök hefðu verið gerð í upplýsingagjöf til almennings í upphafi ferilsins. Össur, þú varst nú sjálfur handtekinn þegar þú varst ungur og róttækur á þingpöllum Alþingis. Hvað viltu segja þessi mótmæli núna? Rifjar þetta upp einhverju svona minningar fyrir þér? Ég satt allavega í þingsál, satt allavega rólegur og fylgdist með þessu. Það rifjar upp gamlar minningar, já. Ég kom sjálfur á þingpalla í fylgd 250 vaskara stúdenta sem sumur eru forystumenn í íslensku samfélagi í dag sem vörðu mig fyrir lögreglunni og ég hélt þar mína ræðu en ég beit engan, menn ég ekki gera það. En hvað finnst þér þetta? Verðið þið ekki að hlusta? Össur, verðið þið ekki að hlusta á þessar raddir? Er ekki eitthvað skilaboð í þessu fólkin eða þetta bara skrílslæti? Nei, þetta ekki skrílslæti. Það kann að vera að það hafi breyst í skrílslæti í gær. Ég skal ekki það segja en fólk á að fá að mótmála, fólk á að koma og fylgjast með störfum Alþingis, svo hefur það alltaf verið en þá ekki að hindra för fólks og þá ekki að trufla það við starf sitt en það partur á tjáningafrelsuna að menn fái að segja sína skoðun og ef þeir vilja gera það með því að hrópa að mér og öðrum ráðherrum þá það bara allt í himnalagi. Ég finnst það bara eðlilegt. En það hlusta á kröfur mótmælenda? Þegar þú spyrð hvort að við hlustum ekki þá veki eftirtekt á því að mótmælarhreyfingin sem að núna í forbyltingar ástandi að hún hefur til dæmis krafist þess að fá að tala milliliðalaust við ráðherra. Það hafa ráðherrarnir gert. Við fórum á 2000 manna fund daginn og fólk fekk bæði að skamma okkur blóðugum skömmum, það fekk að spurja okkur allra þeirra spurningar sem það vildi og í gær fór viðskiptaráðherrann og stóð sig svo hetja aleinn frammi fyrir, kannski aðeins færra fólki en svona á að gera þetta og við höfum ekkert skorast undan því.